Mér var svo frábært áður ég byrja þáttinn að það segja frá því að ég var í sjónvarpinu í morgun og það var förðunarfræðingur sem ég þekki og hún lét mig liggja á bakinu og setti svo spegilinn til að sýna mér hvað ég var sæt og náttúrulega þegar maður liggur á bakinu þá er maður fullkominn. Það er alltaf á bakinu. Já, það er þú alltaf. Ég er hættur að vera á 4 fótum, ég er á bakinu núna, já. Hver nennir að vera á 4 fótum? Oh. Þú ert ekki með 4 fætur, Iskan? Nei. Þú ertu vel tennur. Veit það var liturinn. Það var liturinn? Já, neðut með svo beinar og fína tennur. Nei. Nei. Ekki nærmynd. Nei. Við tökum þá enga nærmynd en við erum að byrja þáttinn og ég er með uppáhald vinkonu mín hana Glóríu Hól eða Hjálmarínu eða Hjálmar eða ertu ekki bara allir karakterir sem þetta? Jú, bara sem þú vilt. Ég bara ekki sem að þú biður Já. Ég man þegar ég sá þig fyrst, ég heldur, varstu 16 og 17 ára? Já, ætli ég hafi ekki verið, ætli ég hafi ekki verið, svona 16-17. Ég gleymi því bara aldrei. Þú stóðst þarna og það var einhver dragkeppni, þetta hefur verið í kringum Gay Pride. Þú varst með það flottasta hatt í heimi. Já, hvar var þetta? Ég var þetta ekki bara í Gamla bíó eða eitthvað, ég bara man að ég var starstruck, það voru allavega 2 inngangar. Það var í Gamla bíó. Jú, ætli það ekki. Og þú varst í svona skóm sem voru svona númer 36. Já. Manstu? Já, þetta var á opnunarhátíð hinsegin daga. Já. Þá var ég hérna og Díana Ómel og D.A.N.O. og ég hafði fundið þess að ægilega ógeðslega flotta skó á Tenerife. Rándýrir með svona svörtum Swarovski-steinum, eitthvað ítalst ægilega fínt. Og þau voru bara til upp í 37 og ég er í 41-42 þannig að ég ákvað bara að kaupa það og ákvað að nota það bara í svona viðburðum eins og opnunarhátíðinni sem þú getur bara setið, þú ert ekki að standa að labba mikið og svo þegar ég stóð upp í hliðinu þá var að fara að blæða úr þeim þannig að það var ekkert eins ógeðslega flott átt að vera en við sáum ekki blóðið. Nei. Og ég manni því þegar ég sá því ég hugsaði Guð, hvað ég öfunda memmu hans að eiga svona flottan drák. Svo kynntist ég bara stuttu seinna og við erum búin að vera alveg rosalega góðar vinkonur síðan. Í 10 ára eða eitthvað? Já, ég segi alltaf 20 að því ég man aldrei. Nei, ekki heldur. Hvað ertu gömul, gamall? Hvort myndir vilja vera gömul eða gamall? Hvað segir maður? Nú ertu Gloría. Já, ég vil bara helst ekkert verða of gömul. Nei, viltu ekki verða of gömul? Nei. Ég ákvað að stoppa bara í svona 25. Nei. Og nota þá tækifæri þegar nú ætla COVID búið að vera í núna 3. árið að byrja. Já. Og þá fannst mér svo frábært að geta bara nota það, bara heyrðu. Í mínus? Nei, ekkert mínus, það bara stoppar þangað til að því ég á ekki afmæli nema að sé veisla, skilur. Mikil veisluhöld og gleði sem eru ekki verið ennþá. Ekki 25, þú verður að breyta núna skoðun. Já, nú er ég orðin 27, verða 28 samkvæmt kennitölunni. Já, það er ekki að marka hana. En ég þarf að breyta henni í þjóðskrá. Þannig að ég geti verið bara áfram 25 þangað til að maður halda bara partí. Já, þú ræður. Þú er bara eiginlega 25 í aldur staðreind. Þetta núna í mars verður partí. Hvenær áttu afmæli aftur í mars? 28. 28. mars. Það eru allir snillingarnir fæddir þetta leyti. Lady Gaga til dæmis. Guð minn góður. Og hver í fleiri þá? Mér finnst það alveg nóg, ég og Lady Gaga. Það er bara... Það var ekki að telja fleiri stórstjörnur. Nei. Hefurðu tekið Lady Gaga, af því þú ert svo mikill besti skemmtikraftur, strax skemmtikraftur, eða bara skemmtikraftur sem ég séð. Hún er á dagskrá. Já, hún er á dagskrá. Já, en ég hef ekki ennþá af því að minn karakter á sviði er svolítið svona og búið að vera, þú veist, það er áfengi, eiturlyf, kynlíf svolítið, maður vinna svolítið með það sem að Lady Gaga er ekki að gera. Nei. Það er ekkert svona... Nei, það er ekki hægt að gera grína henni nógu mikið. Nei, ég vil eiga hann inni fyrir eitthvað spes. Já. En svo ég gerði núna á Pride, þótt að varð ekki ganga í ár, fyrra. Já, Pride var ekki að ganga. Nei, það var ekki að ganga. Nei. En við náðum að halda hérna event, stórt sjó, og ég flutti inn vinkonum mínar utan, Lady Bunny og Sherry Vine og heldur ég ekki að gleyma hennum, ef ég gera það, sorry. En það skil ekki íslensku, þannig að skiptir ekki máli. Já. Allan að þessar tvær, jú, Heklína var líka, en hún var að ég vegur þetta.
En þá átti ég inni, sko, þá fannst mér komin smá tími til að sýna fólki kannski nýtt frá Gloria, sem var ekki bara áfengi og kynlíf og klúbba og svona. Já. Þannig að þá tók ég úr Greatest Showman, This Is Me og með 6 dansar og mjög flott. Og Lady Gaga annars að spoila kannski öllu, en ég ávalið nokkur spil eftir sem ég ætla að geyma sko þanga til að maður lendir á akkurat rétta. Nennar að loka betur glugganum, skafinn. Ekki þú, ég þarf bara að fá hana Glóríu til að standa þessi uppbytta hvernig. Svona fer maður að því. Það heyrist á mikið þarna því það er bara vindur kominn. Já. Og svo við vindum okkur í þetta. Já. Nú vindum okkur í þetta. Þannig að mér finnst hérna gott að eiga svona nokkur varadekk. Þannig að þegar ég er búin að klára svolítið svona. Ég hefur aldrei tekið mig eða þannig. Gerð grína mér. Það er svo auðvöld. Jú, ég var einhvern tímann í búning frá þér. Já. En Lady Gaga, jú, hún er svona eina af þeim sem þegar að rétta mómenti kemur. Sigrún, hættu þessu! Við erum með podcast! Hlaðvarp, meina ég. Hlaðvarp, já. Já, við vorum að rífast það hérna einhvern tímann orðið hlaðvarp. Já. En ég segi bara podcast svo allir skilji mig bara. Já, það er náttúrulega langa auðveldast. Svo þú ert svo handlaginn líka. Þú smíðaðir hérna fyrir mig hálfgerðan stiga og handrið og... Já, ég er búin að gleyma því. Þú ert svo mikið snilling. Ég er búin að gleyma því. Þú ert hálfgerður smiður. Eins og Jesú bara. Já, ég er næsti frelsari, held ég. Í einhverju. Klárlega. Frelsa fólk frá leiðundum allavega. Já. Það er ljóst. Já. Nei, hérna, það eru margir minni fjölskyldu handlagnir og lærðir og ekki lærðir, þú veist. Og ég er blessunlega það heppin að hafa fengið að bara taka þátt í öllu sem krakki. Það var ekki bara, mér var ekki hent fyrir fram með sjónvarpið og geimdur einhverstað meðan fullum fólki var að vinna. Ég fekk bara að taka þátt í öllu. Og hvað, til dæmis öllu bara, þú veist, var það alveg sveit þá eða? Já, bæði sveit, fyrir norðans, bara sem krakki. Samaður ýmislegt, ég var náttúrulega mjög ungur þá. En svo bara, þú veist, eins og afi, hann var að byggja bústað og ég bara fór með í það alltaf. Og þótt ég hafi verið ungur, þú veist, og þá var alltaf að funda eitthvað verkefni og þannig ég alltaf fengið mér svona virkt, ekki mér virðurlegt virkt, virkt með káfi, uppeldi. Þar sem að ég bara fengi að taka þátt í öllum. Já, sko, öllum. Varst ekki svona, þú veist, já, það er til dæmis að því að ég er alltaf að bölsótt og saldu út í það að börn eru eiginlega bara börn þannig að þau eru orðið 30 hérna í Íslandi eða 18 ára segja. Já. Af því að þau fá ekki neitt að gera. Nei. Já. Og ég, þú veist, ég man eftir sko vinum mínum sem að tók aldrei þáttininu. En ég var að fullu, bara tók þátt bara í öllu sem var að gerast í lífi foreldra minna og fjölskyldu. Og þar bara læri maður alls konar handbröð af smiðum, málurum, bara öllu rafvirkjum. Þú ert að sauma líka og ert eitthvað að sauma alltaf búninga. Þú hefur gert flottustu hattana mína. Einhverja. Já, einhverja rosalega flotta hatta. Bara ótrúlega flottir. Og ég fengi mjög góðan stuðning frá, þú veist eins og ömmu, hún hefur búin að vera mjög duglega, þú veist. Verðum að segja frá því þegar að hérna var verið að mótmæla þarna í sambandi við Rússland og verið að segja söguna um miðinni. Jesús minn, já. Þá fekk ég smá ryk í augun af því að þá við vorum stödd fyrir utan rússneska sendiráðið niðri bæ, ekki á Suðurgötu jú. Og þá var verið að mótmæla þessu sem að vera að gera við hinsegin fólk í Tjetsníu og svona vekja athygli á því. Hvað var það aftur? Það var alveg rosalegt atriði, sko. Já, það voru eiginlega bara útúrmingabúðir fyrir samkynhneigða. Já. Sem að kom í ljós sem að og öll heimsbyggðin. Ég man eftir þessu sko, já, og það var rosalegt. Og við, það var staðið fyrir mótmælum fyrir utan rússneska sendiráðið og sjálfsögða mætti amma Dreki eins og ég kalla hana, af því hún er Dreki. Þegar hún sportar ekki líka, í sportareikana kannski? Nei, hún er 11. Nei, hún er 1. maí. En hérna, hún mætti með regnbogafána og stóð hann að veifaði með okkur og henni fannst það ekki nóg því að hún er svona smá aktivisti inn við beinið og stiður náttúrulega ömmubannið og okkar málstað og hérna þannig að hún sko, og lögreglan var mætt hann og sérsveitin var tilbúin á hornunum, þú veist, stóttu náttúrulega sendirað og allt
og, og amma bara veður í gegnum lögregluna sem var hann á mótorhjólunum og lítir þeim til hliðar og grýtir fánanum yfir hérna girðinguna og inn á lóðina hjá rússneska sendiráðinu. Vistu það rosa? Og það var bara eitthvað við þetta moment sem var svo geggjað. Tilfinningaríkt akkurat á hápunktinum. Já, því að við vorum náttúrulega fyrir okkar systur og bræður að sína samstöðu og mótmæla því sem var að gera hana úti, náttúrulega skelfileg. Og fá svo týpur eins og ömmu sem að hefur allt mitt líf verið mjög stór partur af mínu lífi og stutt mig. Var hún gömul? Hún er Amma Tryggi. Búin að fertugt örgla. Hún er eins og þú alltaf á besta aldri. Já, alltaf á besta aldri. Nema bara að fá þetta moment einhvern veginn að bara, og það var líka svo mikil stuðningur sko fyrir mig og amma Tryggi, hún er líka fræg í Hollywood. Já, komdu með það. Í dragseninu sko. Því að ég hef búin að flytja inn fullt af frægum dragdrottningum úr RuPaul's Drag Race og allt þetta. Amma Tryggi er alltaf minn svona backstage assistant að hjálpa mér að renna kjólum og ef það eitthvað þarf að sauma eða redda á núleginni þá er hún bara klár. Og þessum drottningum auðvitað finnst þetta svo magnað að þannig sé bara amma mín að hjálpa mér en ekki bara einhver lítill hommi eins og það er flestir eru með einhver lítill settur hommi. Ég vil bara hafa alvöru kettlingar í þessu. Mér finnst þetta brjálæðislega. Og alltaf þegar ég heyri þeim úti þá bara, hvað er að frétta hérna? Bara what's up with the drag grandma of Iceland? Bara þannig að hún er í Hollywood er hún titluð sem drag amma Íslands. Og þess vegna held ég að ég hafi nennt að standa í svo svona lengi og nennt að hafa fyrir því að búa til eitthvað og þannig út af því ég fekk kannski mikið mótlæti að meðan ég var að byrja og mikið frá sérstaklega hommum sem mér þótti skrítið. Margir vildi ekki deyta mig af því að ég var dragdrottning og það fannst mörgum þetta skrítið og þá var þessi svona pínu menning fordóma fullir hommar. Já, hommar eru hommum vestir, getur við sagt. Og þessi dragmenning svolítið kláraðist og svo byrja hann aftur og mörgum fannst þetta bara skrítið. En ef ég hefði ekki haft sko eins og fjölskylduna mína með mér í þessu til að bara peppa mig áfram og þá hefði örugglega bara hægt af því að þú veist, það var ekkert að gera sem er í ástarlífinu og tímabilið, það var ekkert að það vildi enginn vera með dragdrottningu. Af því að það var ábyrgðar kannski eða? Já, og ég held bara þú veist að þeir hafa kannski bara fattað að ég væri meira fabulous en þeir. Já. Og vildi ekki láta skikja á sig. Þú veist, þannig að eða hræddir bara. Já, eða það, þú veist. Og vera ábyrgandi er eitthvað sem að margir eru hræddir við. Og það er kannski eitthvað, en í dag er náttúrulega allt annað. Allt annað. Allt annað. Og þú ert líka bara svolítið búið að breyta landslaginu, þú með því að vera að flytja inn. Og ég man eftir því þú komst einhvern tíma með einhverja svona drag queen í partybingo og sætasvinni Guðminn Jesús, já. Þá kom ég með sko vinkonu mína, stórvinkonu, hana Sherry Vine, sem er sko drag legend. Hún er búin að vera í businessum í 30 ár, út allan heim og búin að vinna við þetta í 30 ár. Við erum með týpur dragfans sem að vita ekkert meira en Drag Race með RuPaul, eins og þú segir. Hann heitir RuPaul. Sagði ég það? Já, RuPaul. Hann heitir RuPaul og RuPaul's Drag Race. En svo eru þeir sem eru svona advanced dragfans. Já, en manstu þegar þú komst með henni Gaur? Já, við komum. Ótrúlega frægur. Já, við vorum sem sagt, Bianca Del Rio var að gera sjó í Hörpu, Eldborg. Og Sherry Vine var að hita upp fyrir hana á mánudegi og við komum til þín á sunnudags kvöldinu fyrir í partybingo og þær vissi ekkert hvert það voru að fara. Þannig að það eru tvær hliðar á sögunni sem er skemmtilegar. Það er, þær vissi ekki fyrir að fara, báðu mig að búa til eitthvað skemmtilegt kvöld með þeim. Þannig að hugsaði, heyrðu, ég fer með þeir í partybingo til Siggu. Og ég sagði að væri bara eitthvað dragdrottning að hósta eitthvað bingo á veitingastað og þar voru ekkert alveg svona. Nei. Þú veist, þeim aðeins ekkert eitthvað það hafa verið þar, sko. Já, en annað helvits bingo og ennur dragdrottningin. Nú voru við bara nema það að náttúrulega bingoði byrjar á því og ég hitti Siggu. Já, við sætum okkar. Hæ, þetta er hérna Bianca Del Rio og Sherry Vine. Og Sigga
þú ferð að tala Í míkrafónu. Já, Sherry Wine, kallar hann alltaf Jerry Swine. Já. Og það vakti svona gríðlega lukku að sem sagt, það bara elskaði. Og Sherry Wine gerði síðan sjó í Berlín sem að hún notaði listamannanafnið Jerry Swine. Þannig að þú ert líka trendsetter. En hvað þetta skemmtileg saga, sem það segja mig núna. Ég svo hrifin af dráttarrottningum að Guð minn almáttugur. Þú ert líka eiginlega dráttarrottning. Já, ég var svolítið spælt út í hana Díunu vinkona mína Ómel þegar hún var að segja frá því að henni fyndist svona konur vera svolítið að stela þessu, svo fór ég að hugsa það að því það var einhvern tíma þá voru kallar að því við máttum ekki fara á svið, konur. Já. Og hún var að segja að kallar hefði þurft að vera í kjólum. Já, það bara... Þannig byrjaði drag. Sagði hún. Já, öðruvísi, já. Það náttúrulega sko í japansku óperunni og öllum þessum kínversku óperunni. Já. Og þá voru nota geldingana til að straka... Ég vissi þetta bara stór þjóknaði náttúrulega að taka þetta af okkur og... Já. Það náttúrulega konur máttu náttúrulega ekki að leika eða syngja eða... Þá voru strákar geldaðir. Voru þið geldaðir? Já, fyrir mútur. Til að færa ekki kynþroskap. Og þjálfaðir í að vera sópranar. Og fara með kvenhlutverkin. Guð minn almáttugur og bara, þú veist, þetta er rosaleg saga. Já, þetta er náttúrulega sko í Japan og Kína og sko fyrir mörg 100 árum. Jú, en það er ekkert langt síðan, þú veist, við eigum ennþá stykki eins og Skuggasvein eftir Matthías Jochums. Þar sem að þetta var svona á þessum tíma pínu, konur náttúrulega máttu leika þá á Íslandi. Já. Og ég held að það sem að gerst er bara einhverju litlu plássi áhugamannleikhúsi að það voru kannski bara 2-3 konur lausar til að leika í leikritinu. Já. Og karakterinn Grasagutta sem er gömul kettling í stykkinu er leikina karlmanni. Kannski bara vantaði leikara. Já, ég meina líka kannski náð Grasaguttu betur. Já, en þann dag í dag er Grasagutta yfirleitt leikina karlmanni. Þetta var bara svona hefð. Grasagutta var svona stórvaxinn og svona tröllskeisa. Hún er örugglega ekki svona Instagram beauty. Nei. Ef hún var uppi núna. Sko. Já, ég held að hún myndi samt slá í gegn á Instagram. Hún er icon. Hvað finnst þér þetta ég var að lesa Lína Birgitta, hún keypti sér Gucci-tösku á 750.000 sem að mun náttúrulega hækka í verði og ekkert annað, náttúrulega orginal dót og svona bara kannski svo listaverku. Hvað finnst þér að þegar fólk er að upprópa svona? Mér finnst persónulega mjög eiginlega bara hallærislegt þegar þú ert ekki nógu sko flott típa til að bara vera þú. Mér finnst þetta fáránlegt svar. Nei, mér finnst pínu hallærislegt og ég horfi á fólk sem er allt sko útataði merkjavöru og mér finnst það bara svo innilega hallærislegt. Ég myndi bara passa í þessa tösku sko, þessa merkjavöru passa ekki almennilega á mig. Nei. Ég myndi nota það fyrir halsmenn. Það er svo ég elska við sko Díunu Ómel. Já. Vinkon okkar. Já. Hún er sko fashion superstar. Hún á mjög mörg viðbjóðslega ljótföt. Já, alveg svoleiðis. Alveg sko ljótari. Svakalega. En okkar öll föt til saman svo alveg miklu meira. En ber þetta svo rosalega vel. En svo fyrir hún í þetta og hún ber þetta bara vel. Og þetta er allt bara eitthvað 500 kall Rauðakrossinum eða eitthvað fatamarka, þannig að þegar ég sé týpur sko sem eru svo uppteknar að vera á fínustu bílunum á 100% lánum í dýrustu merkjavörunni og þá fæ ég svona smá nábít, ég bara svona eitthvað þessi, það hlýtur að vera alveg óbúslega lítið undir þessum eða váka þessari hefur skort ást í uppeldi og ég er ekki að segja að þetta fólk hafi upplifað það, skilurðu, en það er svona sem ég fæ, ég bara svona af hverju. En myndi það kannski ekki vera svona trúlegt og hún að til dæmis fengi þess að tösku bara frítt út af þessa auglýsingu því að ekkert, að því þetta er alveg frábært hjá henni finnst mér, að því það hafa allir talað þetta og það er náttúrulega sem að áhrifavaldar þurfa að ná hvort að einhver hafi skoðun á því sem það gerir, það ekki? Já, og með þessa áhrifavald þau náttúrulega fá margar gjafir og alls svona, þannig að
og ég ekki að taka þarna sko línubyrgjutu fyrir Nei, ég svolítið skotin í já, henni mér finnst hún fyrir að segja æði þetta. og mér finnst Já. þetta cool sko en ég að tala þessar típur sem actually eiga ekki fyrir mat og fara að kaupa dýra skó og eiga svo ekki fyrir mat bara til að vera með ykkur skó já, þarna það verri en tárum taki að eyða kannski mánaðarlaunum sínum í eitthvað sem að merki sem enginn sér segi ég og kaupið 3 hárkollur og bara borða núðlur í 2 mánuði já, við höfum nú keypt hárkollur saman, mín kom aldrei mér finnst það bara rosalegt mín ekki ennþá komin og ég vil bara fólk fara að vera meira mér finnst það geggjuð hárkollur sem þú ert með já, þetta einhver gömul bara sem að er það? já þú ert líka svo æðislega góð sminka og smingu kennari segir maður það já, getur sagt það en við þetta lúk í kvöld núna er fyndin saga að ég flutti loksins úr landi og bara lengi planið hjá mér fyrir drag út í Portugal þar sem ég býr núna og uppgötta það bara á Þorláksmessu þegar ég er að fara að mæta klukkan 8 þá bara klukkan 5 þá fattaði ég bara, heyrðu meikið mitt, það er allt á Íslandi. Þannig að ég fór í Kínabúðina og keypti bara fullt af einhverju meiki og augsvöggum og öllu. Og ég var ekkert búinn að unpakka því. Ég tók það með mig til Íslands og ég er ekki ennþá búinn að fara að sækja alvöru meikupið mitt. Þannig að þegar ég þurfti að koma núna með skömmu fyrir var alveg viku að þá myndi ég, ég er bara með Kínameikupið. Þannig að þetta er besta, já. Og það nefnilega... Mér finnst þetta hvíta alveg rosalegt því ég vil vera svo snjókar. Já. Og er þetta bara úr Kínabúð? Já, bara 1 evra, þú veist. Þú þarft ekki alltaf að eiga besta og flottasta. Nei. Þú getur verið gorgeous og ég fyrir... Ég er alveg, sammála þér. Ég náttúrulega, þið finnir mig alltaf einhvers staðar á kafi í einhverjum anskotasmarkaði. Já, og mér finnst líka bara gaman eins og með kjóla og svona dóttir ég að kaupa flík með einhverja sögu. Einhverja notaða gamla flík, þú veist. Og ég hugsa oft bara, ef að þessi kjóll hérna sem er orðin 40 ára gamall, og sem að ég ætla að nota upp á sviðið, þá hlýtur konan sem átti þennan kjól á undan mér, sem er löngu farin, hún hlýtur að hafa verið legend. En svo hugsa ég líka því að það fylgir fötum, jáft og hlutum, orka frá manneski. Stundum finn ég svona frá einhverju að ég finn svona tíðinni að sem að mér líkar ekki við orkuna úr flíkinni. Já. Hefur þú fundið fyrir þessu? Það er einn kjóll sem ég fer í og þá koma bara dónabrandarar. Svo er annan kjól sem ég fer í og þá kemur ekki neitt og ég er búin að henda honum, að gefa hann. Ég hend aldrei fötum. Þannig að ég tengi alveg við að ég hef gaman að ég fara að gramsa og finna eitthvað svona gersemar og því veit heldur ekki allir séu eins eða ég veit ekki allir eigi eins og ég eða þannig Það er náttúrulega ekki takt að segja það en ég náttúrulega hendi ekki neinu en ég reyna að láta eitthvað en ég á allt og mikið maður á aldrei og mikið Nei, það er rétt Betra ofin vann En manstu ég lét drags og hafa alla skóna mína ég hætti að safna skó Að þú ert komið fleiri Nei, eiginlega ekki Þessi ekki notir Bara nokkra í viðbót Þetta er alveg leður, ég fekk þetta 6 skall á markaði Nei, það eru 9 samt Var bara til eitt númer Þú ættir að taka miðan undan, þetta er ekki smart Já, ég er alltaf með miðan Hvað kostuðu þeir? Bara 6 og 5 eða ekki? Nei, þetta er hérna stærðin eða eitthvað Já, ekki verið að segja 44 Nei Já, elsku hjartans Hjalmarína, Gloria Hól Hvernig datt þér í hug Gloria Hól? Er þetta podcast bannað börnum? Já Núna, já Það verður bípað yfir, ég bípa yfir ef það er eitthvað Já, eða Dexo bípar yfir svona Ég er mjög gaman að alls konar kúltúr og þetta kom svolítið til að tvennu. Það er hljómsveit sem ég elska því ég elska rock. Mér svo skemmtilegt og það gamla rock, svona 80s rock, búningarnir, hárið, allt svona textarnir sem fólki bara syngjum yfirleitt ekkert neitt merkilegt, bara eitthvað sem að þeim dettur í hug. Og það er ein svona hljómsveit sem að var bara svona joke sem heitir Steel Panther. Steel Panther? Já, og hún
er bara með lög sem eru bara frekar dónaleg og brútal, þú veist, og rasísk og alls konar sem að þótti kannski þá mjög hipp og cool og það er eitt lag sem að greip mig sko frá þeim sem heitir Glory Hole og svo elska ég eins og að vera út í Berlín að sitja inn á kynlífsklúbbum sitja bara í barinn og bara fylgjast með og þetta er svona mjög sérstök tilfinning að svona homey, þú veist, bara svo heim í stofu og Glory Hole, kom það úr því? Já, þannig að ég var í Berlín á klúbb, kem í Glory Hole þar eru Glory Hole sem staðar mjög viðsver, Glory Hole, já. Glory Hole? Já, þá er sem sagt bara veggur og gat og þú setur bara djásnið í gegn og veist ekkert hver er hinum megin. Myndirðu treysta þessu? Nei, en það er stórkostlegt að fylgjast með þessu. Já. Og þetta lag, Glory Hole, og fjallar þessa athöfn, að fara í Glory Hole-ið. Já. Og veit ekkert hver er hinum megin og allt þetta. Er það? Og þannig svona festist nafnið, þá fekk ég svona Glory Hole. Já, þannig að það var eiginlega svona, og þú veist, ég ætla ekki að sýna myndir frá því, en þetta er mjög mjög skemmtilegt, þetta er mjög, fyrir mér er þetta svona, eins og horfa á David Attenborough mynd, og setja bara barinn, drakka með drikk og fylgjast með. Er það sem sagt eins og mér finnst David Attenborough róandi? Finnst já, þetta er eiginlega róandi, sko, já. Þetta er svona róa maður niður. Já, því að þú veist, það er allir að gera eitthvað, það er sem er að dansa og það er allir bara að gera bara sitt og allir alveg saman með hinna. Og kynlífsklúbbur, af því að ég fór hérna einhvern kynlífsþátt með Siggu Dögg. Já. Og hún var að spyrja hvort ég myndi vilja koma einhvern tímann á kynlífsklúbb. Ég er alveg til í að það væri svona fólk með mér, af því ég veit ekki hvað ég er að fara út í, sko. Já. Og þá er fólk þarna, til dæmis, í allavegna fötum, eða hvað er að gerast þarna? Sko það sem að ég hef komið, það er sko oft með þetta þemar, þú veist, stundum er leather and sports, stundum er man only, stundum er swingers, bara með straight fólki og öllum bara, þú veist, og það er bara... Hefur þið farið í svona swingers? Já. Er það ekki svolítið suppulegt? Nei, mér finnst þetta bara svo... Eðlilegt? Þetta verður svo eðlilegt og fallegt af því að það er allir bara að gera einhvern veginn sama, ekki þetta sama, en þú veist, það eru allir bara svo chillaðir, það er enginn að dæma neinn og respektið svo mikið fyrir hinum. Það er enginn, sko, slagsmál, ekkert vesen, það er allir bara, bera bara 100% virðing og tröst til hinna. Þetta er að koma þarna í svona, með skiptidíla í huga, eða, er það ekki? Nú voruð við bara með pakkaferð til Berlínar. Já. Já, ég er svo mikið tebra, sko, það er alveg svakalegt, sko, sést ekki á mér. En já, það er bara svoleiðis. Það er ekki svona klúbbur á Íslandi, það? Jú, ekki sem að ég hef heyrt að séu svona permanent. Það var náttúrulega hana, hvað geta, sex room. Já. En það var bara sem þú gast held ég leikt eða eitthvað. Þeir vildu gefa, sem sagt, í partybingo að ringdi með gaurinn. En ég veit ekki, það vantar alltaf, ef að ég myndi leigja, bara for the fun of it, bara leigja mér sex room, þá myndi ég vilja vita, þú veist, hver var að þrífa, hvernig var þrifið, þú veist, að því maður veit ekkert hver var undan. Þeir þýtta þá að lykta af leikfengunum, eða ekki? Já, ég veit ekki. Er þetta lyktin af honum Pálma? Já, var þess. Það var ekki að meina þú, Pálmi minn, sko. Nei. Það ég sá svona svipminn. En ég veit, sko, ég hef ekki farið í svona hérna á Íslandi, en ég veit að það er mjög stór underground sena í swingers, bæði, sko, straight fólk og gay fólk. Ég hef farið svona með, sko, gay karlmönnum. Heldur að konur séu mikið til í þetta? Ég held ekki. Jú, það er bara rosa stór sena hér sem er bara í, en það er þá svona klúbbur sem er bara fyrir á milli staða, þú veist. Já, það er bara svona keira kannski á milli þoppana með svona bjöllu og bílnum og... Í kvöld í félagsheimilinu verður... Í félagsheimilinu, í Kjós? Já, nei, þetta er... Mér finnst þetta spennandi, mér finnst þetta skemmtilegt og ég elska þegar fólk finnur bara hvort sem að þessi sitt kyn eða ekki kyn eða og allt þetta, þú veist, bara fólk finnur sem að vil gera og hvernig það upplifir sjálft sig
að það bara fái bara frídóm til að gera það og líða vel með því á öruggum stað með öðru fólki sem að eru Það er svona nú örugglega ekki hérna á sporum. Íslandi, þetta er svo lítill hópur af fólki. Nei, ég á marga vinir sem eru í svona einhverju, Er það? já, og mér finnst það bara geggjað. Gamla fólki eins og ég, það heyrir ekki af þessu. Nei, þú ert líka á Álftanesi. Já, ég er á Álftanesi. Það er alltaf gerast, sko, Þetta er í Reykjavík. í Reykjavík, já. Já, auðvitað. Það gerist Þetta er ekki ekki hér. svona út á landi klúbbur. Með það með þess að var fellt niður núna skötu veistlan, sko, það var hann mátti ekki Já. henni bara sér skötu. Nei, þá er fólkið flest. Já, það hefði verið eina lyktin sem ég hefði fundið þá á þessu ári sem að var eitthvað kæst. Mér langaði svo að að sýna líka að því þetta er náttúrulega podcast á YouTube líka og það verður náttúrulega fólk sem er að hlusta okkur á Spotify að kveikja á YouTube að því að sjónin og sögur ríkari með þig, Guð minn almáttugur. Þá gerir það með betur. Já, gerir það niður sko. Já. Já, að kíkja á okkur svolítið. Og Við hérna eru náttúrulega hvítir hanskar. Já. Vistu, þetta ekki svolítið svona, ég fann þetta á markaði, en þetta sé eitthvað svona kynferðislegt. Þetta er svolítið stamt. Þetta er stamt, já. Þannig að það er ekki búið að nota þetta mikið. En ég finn eins og það er óbúslega góð sár, þetta er verið óbúslega fín frú sem er átt þetta. Já. Sjáðu hvað þetta ferði vel. Nei. Nei! Hendunir að mér er svo jólaskinga. Jólaskinga. Það er svo ég er korsilegt bara. Já, heyrðu, það sem að ég hef nú bara áhyggjur af því að við þú fórst í rosalegt korsilegt á það. Má taka það af. Já, ég meina, Eru ekki búin að vera nógu sæti að því ég hef nefnilega heyrt úr rópaðar hérna tvisvar, að þegar maður er með svona 4 árs korsilegt, þá náttúrulega fer maginn bara upp og niður. Já, en þá ég sé alltaf betra þá að koma upp heldur en að fara niður þegar maður fyrir korsilegt til. En þetta er leðurstóll, það er bara Þeir segja að ef þurrkó. maður reki við að það lækni krabbamein, þessi lykt. Ég las það. Nei, ég veit mann sem að Dó úr því. Nei, hann sem sagt var fyrir prump, Já. fólki fyrir alls konar. Já, Þessi maður var fyrir prump, Já. láta prump á sig, hann dó krabbameini. Ert að grínast? Þannig að það Þetta er búið að afsanna þetta. Já. Já, þetta gat ekki heldur verið Gallup sem að Nei. ringdi góðan daginn. Ert þú eitthvað mikið með prump og hefur þú fengið krabbamein? Svo að ég tek þetta tilbaka. Já, það þarf ekki alltaf vísindamenn, það Nei, bara... nei. Og fólk má vera alla vegan. Já, sem betur fer. Mín vegna. En þú mátt fara úr podcastinu ef þú vilt, sko. Podcastinu? Fara úr podcastinu ef þú vilt, fara Korsilettinu. úr korsilettinu. Já, ég ætla að gera það. Fara úr. Skál fyrir því. Og sérðu, ég er með svo ljóta lappir eftir Portugal. Ég var alltaf í stuttbuxum. Já. Þetta er nú gott. Jesús minn almáttugur. Mér finnst þetta korsilett ekkert hafa breytt neinu. Þetta er bara svona mjó. Nei, vandinn er að það sprakka aðeins að ofan. Já. Þannig að hérna þegar... Ég á korsilett handa þessu, ég nota aldrei. Er það? Ég nota aldrei þessi korsilett. Því þetta sprakk í COVID, sko, þá bætti það sami. Mér finnst þú mjög sexy sekund með fallega fætur. Ég veit. Gæti verið að auglýsa sokkabuxur, sko. Ég hef verið stundum að gera. Það eru nefnilega, sko, mikið af mönnum þeir eru með fallegri fætur en konur. Enda, sko, margir kallmenn að vinna svo fyrir Öreblu og Pompeia og þessi merki sem sokkabóksar módel. Já, ok. Talandi það, þú ert náttúrulega að kenna líka make-up, eða ekki? Jú. Hvað er svona triksið að líta út fyrir að vera svona 20? Sko, þá þarf til að fara bara í skóla. Já, þú ert að fara í skóla. Já. Finnst ekki að ekki kenna þetta bara krökkunum? Kostar. Það kostar. Já. En ég var að spá, ég var að vinkona mín, hún ætlar að taka myndir af mér, hún sagði að ég ætti að fá mér svona límband sem að límdi húðin aftur. Veistu hvað ég fæ það? Ekki á Íslandi. Nei. Þetta er mikið notað á dráttarningum og þetta er svona eins og heftiplástur sem er límir á gagnaugað. Já. Og hérna aftan á undir eyrun, semst aftan á undirhögguna. Já, maður teipar undirhögguna sem sagt aftur. Já, og svo eru krókar á endanum og tegjur sem situr á milli og þá strekkist á öllu og tegjun er alltaf bara undir hárkollinu. En hérna, ég þarf að panta þetta því ég ætla að taka mynda mér svona sem svo geisa.
að því ég elska náttúrulega þessa hvítu geysur. Já. Og geysa En þú þarft ekki svona strax. Hún myndist á þetta á Nosta. Þú bara liggur bara á bakinu. Ef þetta er bara ein myndataka. Já, þá ger ég það. En mér finnst þetta sniðugt samt í staðan fyrir að fara í aðgerð, að fólk geti svona límt og teipað húðina bara aftur. Já, þetta er líka sniðugt að vill prófa áður en að ferði aðgerð. Já. Ég elska til dæmis rukkurnar mínar hérna. Já. En ég veit ekki, sko, okkur en svo er líka bara þetta photoshoppa. Það er þetta photoshoppa. Ég er mikið að vinna með það. Það fer mér mjög vel. Klár í photoshoppi? Nei. Ekki ég, nei. Aðrir sem gera það. Já. Þú ert náttúrulega búin að vinna alveg svakalega mikið á Kiki, sem er uppáhaldsstaðurinn minn af skemmtistöðum í Reykjavík, fyrir utan náttúrulega Sætasvíni, ég verð að segja það því ég vinna. Það er náttúrulega veitingastaður, sko. Það er ekki næturklúbbur. Nei, en ég er að segja Kiki. En það verður smá eins og næturklúbbur í partybingoðinu. Já, en fólki fer alltaf af partybingoðinu upp á Kiki. Þar er dansað og þar er svona, það er rosaleg stemming hana. Var, já. En það er að koma aftur. Það er að koma aftur. Ég nenni ekki, við eigum bara, strókum þetta út, tölum ekki meira um þetta, veitum þessu COVID-i, ekki meiri athygli, því það sem þú veitir athygli, eins og Guðni vinnur okkar segir, það vex. Hættum þessu PCR-prófi daginn út og inn ef við erum hraust. Og höldum áfram að lifa. Ég hef nú aldrei viljað að tala um COVID hérna, en það er nú komið tími til að maður segja eitthvað eða ekki. Jú, af því að fólk eins og við sem að lifum á þessu, ekki COVID heldur, að bara í skemmtana bransanum öllu þessu, að við erum ennþá út undan, veitingastaðir, barir, þú veist að fá allir einhverjar bætur, viðspyrnustyrki eitthvað. Ekki allir, sko. Nei, just. Þetta er bara svona rosa mikið á yfirborðinu, þú þarft að vera mjög klár. Já, og þarft helst bara að ráða lögfrænga, þannig að peningar sem þú færð út úr því verður að engu en það er ekkert, sko, þetta er mjög erfitt fyrir fólk eins og okkur sem að er að skemmta og vinna við það. Ég er svo sammálaðir, sko. Já, að það bara gleymir svolítið hvað við gerum við okkur. Við erum að koma tvíeld inn. Þetta er búið. Já, og við fáum þessi 2-3 ár margfalt tilbaka þegar það opnast, þegar fólk er svo þyst í skemmtun. Já. Og það er svo sem að mér finnst geggjað, það er að við eigum alltaf okkur. Það er alveg sama hvað gengur á þínu lífi. Þú getur alltaf farið út og fengið skemmtun. Finnst þér ekki gaman samt, eða finnst þér ekki lærdómsríkt, eða finnst þér ekki athyglisvert að hafa verið í þessari spennandi bíómynd, eða þessum kafla, þar sem að þetta er eins og dinosaurs eða risaeðlunar hafi komið og étið fólk, segjum það. Já. Og núna er að koma næsti kafli. Ég hefði samt ekki verið að sleppa þessu. Þó ég hafi þurft að borða hurðar og naga þröskulda. Dagblöð og eitthvað. Já. Ég lærði rosalega mikið, sko, fyrst, en núna er maður orðin bara meira svona kannski þreyttur. Já. Nú er þetta svolítið búið. Ég er búin að læra allt sem ég þarf að læra meira. Já, við vildum náttúrulega ekki beintið, sko, ég er að segja að þetta átti náttúrulega að vera búið. Já. 2 árum. En þegar, það sem að, sko, ég held að núna, að þegar þetta verður búið, sem er alveg að gerast. Já, við erum að þakka fyrir þetta. Já, við erum að þakka fyrir það. Við þurfum að hugsa þetta þannig og allir, takk fyrir og bless. Já, COVID klárast í þessu podcasti. Það er bara búið. Já, þegar þetta klárast, þá verður við mikilvægasta fólkið. Þá verður við nýja þríeggið. Við verðum nýja þríeggið. Ég held það og við verðum svona kannski meira ráðgjafar í framtíðinu vonandi. Ég vona það að það verði Mér finnst að við ættum bara að hafa upplýsingafund. Já. Bara hvað er að gerast á börum bæjarins helgina. Ríkalega væri það sniðugt og telja inn fólkið. Já, og það voru 17 manns, 16, 30 þarna á Kiki klukkan 9 eða svona, svo að því að það er svolítið gaman að hafa einhverja aðrar tölur. Við gerum bara nýtt þríeggi eða tvíeggi. Að þríeggi við getum tekið 10 með. Já, hún verður live þeirri bæja. Já, svo skiptið yfir að hana. Já, skiptum yfir á 10. Og hvað er að gerast þarna? Já, maður þarf að nefnilega gera eitthvað nýtt og ég er svo ægilánað þú sett komin í það og mér fannst svolítið gaman að því og ég er svolítið montin að því þarna tattúinu þínu sem þú lést gera hérna með drottningunni mér. Já. Ég er örugglega með tippi. Gæti það verið?
Sko, ég er ekki hissa. Nei. Stórt. Nei, ég myndi bara nei. vilja vera lítið. Að það? Svo það kæmist ekki gegnum svona gat eins og þarna á Glory Hole, sko. Ég myndi ekki þóra þessu. Nei, tattooið, þetta var fyrsta tattooið mitt. Sem þú ert hérna með á... Ef ég sýna það henni mynd, þá er það hérna. Og þetta er fyrsta sko tattooið mitt. Og var eiginlega út af því að þegar þú sagðir þetta við mig að ég myndi aldrei þú láta tattúera nafnið þetta á mig, þá hugsaði, ok, mér langar í tattú, veit ekki hvað ég að fá mér. Svo þegar þú sagðir þetta, þú myndi aldrei þóra að fá þér Sigga Kling til dæmis. Þú hugsaði, já, þetta verður fyrsta tattúið. Var það ekki svona, ég fæ mér bara Sigga Kling, þú myndir nú aldrei þóra því. Þú myndir aldrei þetta að ég þóra því. Ég hef ekki byrjað að segja þetta svona. Jú, og þá fór ég að lötu gera minni með svo langt síðan. Já, að mér finnst það góð saga samt, já, sko. já, mér finnst og við gerðum að þinglýsan samning að ef að ég dræpist á undan þér og þá fengir hendina fyrir neðan olnboga í hatt. Já. Með tattúinu. Já, og hérna og ef þú dræst ekki undan mér þá verður bara að taka af einn liminn, útlífur. Var það í samningnum? Já, það var sko. Þú þarft ekki að hafa tyggust eftir 2 hendur. Ég þarf það ekkert. Já, ég finnst að við erum með of fáar hendur. Og væri svolítið gott þar með 4. Já, 4. Já. Hvað heitir þarna, manstu hvað guðin heitir að konan þarna í indverska með allar hendurnar? Það er ekki... 8 hendur, það er Isis. Já. Móðir allara guða. Mér finnst það svo ofslega sniðut að því maður þarf að gera margt. Halda á þessu. Já, ég held að það hafi verið hún. Já, við þarna, ég man það ekki, en... Og bara sendir ykkur... Og svo er það fíllinn, ég man ekki hvað ég er nú með hann í það frammi, sem er með margar... Það er örugglega Elefantos eða eitthvað. Elefantos tríos. Já. Hvað myndir þú segja? Nú, hérna, varst þú ekki bara opin með þína kynhneigð, að hvernig, að því það er erfitt, sko ég þóla ekki að skápa tala ekki, en þetta er erfitt þó að það er kannski minna erfitt á Íslandi, þá er þetta náttúrulega alltaf erfitt. Og ef þú getur ráðlagt ungu fólki sem að veit ekki hvað það vill. Það sem að var sko sem fyrir mig var sko stærsta málið var að ég vissi alveg hvað ég var. Það var hins vegar hérna þetta svona skrefa ákvæði og nú ætla ég að segja frá. Var mjög hérna, ég var ekki hræddur þetta því áttu mér bara góða fjölskyldu. En þetta var pínu vandræðilegt, bara svona, by the way, hérna, mamma, pappi, ég er hommi. Og þau bara eitthvað, já, bara, við vitum það. Já, en hérna, kláraði búðingiðinn? Já, eða... Var það ekkert rætt, bara, já? Nei, það bara, já... We know, og svo bara ekkert meira og ég var þeirra svona þú veist, þú var búin að búast við að halda þér fjölskyldufundur og Fannst þið þetta kannski ekki bara erfitt? Að þetta var svona lítið mál? Jú, að því ég var búin að mikla þetta svo mikið fyrir mér að það er þau bara eitthvað vesen, þú veist, það er þau bara fjölskyldufundir og þurfti fyrir ráðgjöf og bla bla bla, þú veist, en ég viss alveg hvað ég var og hvað ég vildi og það var svona ok þannig að það er bara allt í lagi já, ok og þurfti ekki að ræða það meira en svo eru aðrir sem er kannski eiga fjölskyldur sem eru erfiðari og kannski lokaðari og kannski sérstaklega og margir sem ég veit sem að er kannski pappa eða eitthvað sem að hafa verið að segja helvítis homminn hana eða eitthvað, þú veist, og það var miklu erfiðar að mæta þeim kalli og segja bara, hei pappi, ég er hommi þegar búið að rakka það niður, en það sem er kannski hægt að tala þar er að ef að þú kemur út, eða þegar þú kemur út úr skápnum og bara segir bara, já, I'm out and I'm proud já, að ef að pappi þinn eða mamma þín eða amma þín eða eitthvað skilurðu að það er alveg hellingur af fólki á bakvið, það er alltaf hægt að grípa fólk, þú veist ef að fólk lend og ég veit
einstaklingur sem hafa lent í vandræðum, koma út úr skápnum. Eru þið þá með eitthvað svona net eða hvað gerir maður núna ef maður, hvort sem maður drengur eða stúlka og maður veit ekki alveg hvað maður af því maður veit ekki oft hvað maður Og þarftu ekkert að vita það? Nei, en hvar svona getur maður fengið svona, eitthvað net sem að hjálpar manni? Sko það er náttúrulega ráðgjöf eins og í samtökunum 78 og allt það en svo það líka bara þetta samfélag og við á Íslandi svo heppin að eiga óbærslega stórt og breytt samfélag að finnst henni fólki með mismunandi áhugamál og það alls konar hópar innan samfélagsins þannig að ef þú kemur út úr skápnum og þá tölum við hérna the chosen family Já, það er svona velur þér Já. Ef þú lendir í vandræðum heima hjá þér með fjölskyldureina þá alltaf fullt af fólkin úti sem nú þegar fjölskyldaðinn og mun taka þér opnum örmum þú þarf bara að koma ákvað þannig að þú munt aldrei vera það er fullt af fólki ein eða eitt eða bara skiptir engum máli, það fullt af fólki hérna úti með opin arminn Já, og það aldrei sko réttur eða rangur tíma að gera þetta sem að koma út úr skápnum þegar Nei. Fólk hefur náttúrulega sko kannski oft bundið sig og allavega og verið gift kannski mörg ár og kannski vita þetta og það er náttúrulega alveg þá kannski erfiðara og þá hefur maður oft talað að kannski þá makir upplifa einhver svik þú veist, þú ert löngu búin að segja mér eða bla 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 þetta bara ekki svona einfalt og þetta bara ákvörðin sem að þú tökur með sjálfu þér hvenær þú komið til skápnum og það þú veist, þú svíkur engan með að koma til skápnum einu sem að þú svíkur þú svíkur sjálfa þig ef þú gera það ekki stendur ekki með þér þannig þú bara verður að standa með þér og bara koma út til skápnum og það fullt af fólki sem alveg sama og yfirleitt sem betur fyrr öllum alveg sama og fólki kannski það orðið mjög sjaldgæft að fólki bara hent út á guð og gatti og fjölskyldunni allri út af einhverju svona en ef það gerist Það að henda út á guð og gattin Já. En ef það gerist að þá náttúrulega risa samfélag og við erum öll fjölskylda og bræður og systur og allt saman Mér finnst þið miklu skemmtilegri en annað fólk sko Við erum það Veistu okkur að þið þurfum að þola meira held ég og hafa húmor fyrir því annars erum við bara dauðadæmt og ég þekki nú fullt af húmorslausu Homum Já Eða lesbíum Já Þú þorir ekki að segja það sko Nei, ég ætla ekki að láta það eftir mér En jú en þetta náttúrulega bara orðið svo óbáslega breiður hópur þannig að það skiptir enga máli það alltaf einhverjum úti fyrir þig þú ert aldrei aldrei En það átt bara kannski hneigð ekki að skipta máli ef ég á að segja kannski sem aðalatriði að við séum að tala kynhneigð yfir höfuð, það ágætt þegar fólk bara hættir því og fólk getur bara verið alls konar í regnboganum af því að það alltaf verið að tala kynhneigð einhvers og svona, þetta líka bara tóm forvitni í hinum, held ég Já, ég held líka bara núna margir barnar Drama. Og ég á svo mikið af streit strákavinum sem bara öfundsjúkir bara ég vildi bara að væri hommi það væri þetta miklu auðveldara Geta það ekki laðað að sér eins og í Secret bara? Eins og í Secret? Já, Secret þá laða maður að sér það sem hann langar til, sko. Höll og maður laðar að sér peninga. Já, ég búin að reyna í mörg ár. Já, þú ert búin að reyna það í mörg ár. Já. Þú laða bara að þér. Vandræði. Vandræði! En þú ert núna fluttið til Portugal. Já, í bili. Já, með annan fótinn. Já. Já. Og hérna, og við ætlum að vera með ferðir, Play að hefja ferðir í voru, til Lissabon, jú. Til Lissabon, beint flug og mín skoðun að Portugal bara, þú veist, fáránlega góður staður og hvað myndirðu til dæmis segja að væri best við Portugal? Það sem að mér finnst best við Portugal náttúrulega ódýrt, jú, sól en eins og það sem ég býr núna í Albufeira svona season sumarið bara bilun og svo bara steindautt af veturnar. Já, það ekki fín? Og það æðið því að þá fær maður frí frá eins og Bretunum og þá ég að tala þessum stereotypi Bretum sem eru á sólarströndunum
í Portugal á Spáni tenni sem bara skelfilegt. Það alveg... Á hverju eru þau skelfilegir? Það er bara vanvirðing, þeir skemma hlutir með læti, hugsa ekkert börnin sín. Það vita þetta bara allir sem er í Sóðalöndum, þú sérð þetta fólk allstaðar. Á veturnar ertu bara laus við þetta sem er æði og þegar ég tek alltaf svo inn á mig bara, mikið barnið það búið að vera þarna á barnum dag eftir sama bar og ég mætti snemma á barinn og ég fer mjög sent heim alla daga. Búið að vera í 2 vikur í kerru bara í einhverjum iPad inn á barnum til kannski 3 á nóttunni og ég er ekkert að grínast. En er ekki barnavernd þarna í Portúgal eða? Nei, þeir eru ekki með vinnuvernd eða ekki neitt. Ekki nein, eða er ekkert svona... Þeir eru pínu svona 20 árum eftir á, finnst mér, með margt. Og þess vegna bara sækir kannski svona... Og mér finnst það svo gaman. Í þarna. Ég stundi það snúmur undan þegar eins og einhverju verkamenn eru að mála hús eða laga þak. Það er enginn í línu með hjálma eða loka upp. Nei. Þeir bara príla hann á einhverjum ryðgöðum stilum og... En duglegasta fólki heimi finnst mér á Portúgala. Verði að segja, ég þekki marga hérna. Þeir eru duglegir og þeir eru svo sniðir að redda öll og bjarga öllu. Já, en þeir rífast rosalega innbyrðist hérna á Íslandi sem ég er svolítið öfisíkja á milli þeirra. Já, og ég hef tekið eftir því sko, þeir eru mjög mikið til í að þeir eru mjög nískir, eða þú veist, þeir eru ekkert að spreða. Nei, þeir eru svona aðhaldsamir. Já, ef eitthvað bílar þá er bara teipað helst eða, þú veist, og keypt alltaf ódýrast. Það er ekki verið að kaupa bara góða vöru sem endist. En þeir redda þessu. Svo er allt með bara límbandinu. Teipað saman og tengt fram hjá. Þeir hafa unnið mikið fyrir mig. Ýmislegt, já. Og svo er annað, þeir eru mjög feimnir, sko. Þú farið ekkert bóðið heimahús. Nei. Þú bara eftir kaffihúsi. Og þegar þeir eru að fara út heima á sér að þeir sko stinga sér út hurðina og eiginlega bara skella eftir sér og þú sjáir aldrei inn. Þeir eru mjög svona heimili, mjög prívat og sem er algjörlega öfugt við okkur hér. Já, sérstaklega eins og þetta var. Og svo kærasti minn núna sem er brasiliskur en við kynntust í Portugal. Og það minnst það eitthvað svo, ég er ekki búin að sjá hann. Hann er bara Ég sé bara heima að þrífa. Er hann heima að þrífa? Í handjátum? Nei, hann getur ekki þrífið. Hann er með bara svona, hvað er þetta? Hvar var alltaf hálsmenni sem þú varst með á það? Ég glemdi að setja á mig. Já. Okay. En hérna, ég held kannski að við hefum verið með hund á, svona, þú veist, hálsmenn. Sko, honum og vinum okkar sem ég er búin að kynast úti, vinum hans og svona, finnst alveg stór furðulegt að koma heim til mín í matabóð. Það bara þekkist ekki hérna hjá þessu fólki því að það er svo mikið prívacy einhvern veginn við heimili og þú veist, hérna var að gista hjá mér og bara hérna guð mig góður, bara að vaknaði 9 morgnana, bara ég verða að koma mér heim, bara ég hérna búin að vera svo lengi hérna en öðru heimili. Bara og ég sagði bara ef þú verður búin að vera of lengi þá myndi ég bara hringi í bíl og henda þér út, skilurðu, eins og við gerum hér. Er það? Maður oft hefur heim með einhverjum og setur upp með hann og maður það bara henda fólki út. Já. Og við erum ekkert hræddir við það. Já, ég veit það ekki. Nei, en... Ég hef ekki þurft að henda hann út. En þetta var alveg, sko, ég hélt bara matabóð, bauð bara fólki mat og þetta var bara stór mál. Ég ætla að gefa þér humor á eftir. Ég nenni ekki að skerfletta. Nei, þetta var í alveg, þetta mjög fyndið að sjá, sko, munin á svona menningu að hvað þeir voru sko hræddir, ég þurfti bara svona að grátbiðja fólk að koma inn til mín í mat. Já, þetta er svolítið sérstætt. Og þeim fannst þeim vera svo dónaleg og heimtufrek og eitthvað alveg stórfurðulegt. En utan við það, þá sko, finnst mér Portúgalar mjög skemmtilegir og ég er svona núna aðeins farin að umgangast náttúrulega bara Portúgala. Farin að skilja aðeins meiri Portúgal, sko, til talan ekki, en ég fann að skilja svona... Mér finnst það alveg rosalega erfið tungumál. Hún er það. Get líkt neinu. Mér finnst það pínu svona rússnesk, en það er ekki vinsælt í Portúgal að segja það. Guðanabænum, ekki vera að fara með að ekki segja það. Og maður ætla alls ekki að tala spænsku í Portúgal, heldur. Nei, það má ekki. Nei, ég er búin að brenna mig á því. Já. Því náttúrulega kannski maður spænsku það er ekkert líkt, heldur. Eftir ég var á Tenni og Spáni og svona. Að ef ég voga mér að láta út mér eitthvað spænstor þá ef maður liggur við slegir út undir. Já, mér finnst það bara ekki skrítið. En þú getur hugsað þér að
búa þarna á Portugal, í Portugal, já. En þú myndir ekki vilja missa alveg af okkur. Já, ég get alveg séð fyrir mér að búa í Portugal í einhvern tíma, en Portugal, allar sem ég er búin að vera, ekki svona kannski framtíðar. Þannig þetta er svona Ert þú ekki bara allt múlít? Jú, þetta er bara svona seasonal staður, þannig bara að gera slutunar yfir ákveðin tíma á árinu og svo er bara búið. Og svo bara aftur næsta sumar. Það er svo bara myndi, svona Groundhog Day. Já, allt sýnt aftur. Og þetta er ekki staður sem fer til að vaksa. Þannig að kannski elstu upp og svo ferðu annað til að taka næsta skref. Finnst þér ekki, til dæmis á Íslandi, fólk vaxi mikið að því að þú er meira að því við erum svo fá? Jú, og hérna eru líka bara allt öðru svo tækifæri. Já. Þannig að úti til dæmis sko hort í hverju einustu krónu. Já. Og það náttúrulega verið að spara allt sömari til að eiga fyrir þetta steindötta vitunar. Já. Þannig að fólk ekki að spreða kannski og leyfa artistum að prófa sig áfram, heldur bara að nota það sem er vita virka. Já, svo það tekur tíma að þannig að þetta er allt öðru vísi, sko. Hérna er miklu meiri svona grassrót og fólk að gera hluti sem er miklu áhugaverðari. Er þetta ekki bara líka kannski að því að þú ert ekki búin að vera þarna nógu lengi? Og svo náttúrulega COVID. Já, er það líka í Portugal? Já, ég hef heyrt eitthvað að því. En það ekki búið að vera, sko, það er bara allt opið. Já. Það er bara með gríminn í búð og öllum drullu sama. Það er ekki rætt COVID. Nei. Og maður í vandræðum að finna bara hvaða reglur gilda því að það ekki tala þetta einstæðar. Já, það ágætt. En þannig að jú, það kemur alveg inni, en maður sér munin á eins og grasrótin í Íslandi, hvað grasrótin hér óbúslega falleg og frjó. Hérna er svo mikið að gerast og hérna fær fólk svo mikið pláss. Ég var að reikna út töluna inn í huganum 28. mars. Ég var að reikna út hvaða tímabil þú ert að byrja á ári 1 eða 9 tímabili og það byrjar hjá þér, skal ég segja þér svona í endan febrúar og þessin svo margt búið að breytast. Þú er náttúrulega búin að vera fluttir að nút og er búin að gera marga nýja hluti og prófa það áfram og þórið í. Og þetta bara verða dásamlega spennandi ástæður að fara í. Og ég ætla bara að leyfa að draga 3 spil hérna lokum, en ég geti náttúrulega, svo röflu við frammi og leyfa að fara í buksurnar. 3 spil. Já, og lesa skilabóðin til þín og svo þetta eiga þau. Abracadabra spil. Og gera upphátt. Já. Já, gerðu það sem þið langar, þá færðu það sem þú vilt. Bara það er basic búin að lifa eftir því mörg ár. Þú færð fljótlega frábæra fréttir sem að breyta mörgu kringu þig og þú ert elskaður. Þú ert elskaður. Manstu þú keyptir bátinn? Oh my god. Þú keypt bát, þú keypt bíla, svolítið rísa rússneska bíla og rútur og alla fjáran. Hæsika. Herðu, eigum við ekki að vera að kaupa saman bát? Manstu? Jesús minn, hvað það var gaman. Mér finnst það, veistu það? Já. Ég segi þá eftir að gera bíómynd sem heitir Gloria Hole og er þig, elsku Hjálmarína mín. Já. Og takk yndislega fyrir að koma til Siggu sinnar og ég vil nú komir miklu oftar nema það verður kannski bara annað podcast. Sko við alveg 10 eftir í viðbót. 10 og það er 3 ekki, sko. Já. Og þá verður svona tekið þegar að Dían er í bæ og Jesús minn. Ég þó og Díano. Jesús minn. Og við ætlum bara að segja þetta gott í bili og ég elska þig. Love you too.